Halló og velkomin. Ég heiti Jón Magnús. Og ég heiti Steini. Og við ætlum að fara yfir hérna nokkur atriði í ljóðaskrifum. Sérstaklega eins og þau tengjast ljóðaslammi, svokölluðu. Já. Það er engin ein leið til þess að skrifa ljóð, þannig að við ætlum að fara í svona nokkra hluta, allt frá að velja kannski bara þema eða hvað nokkra skrifum út í hvernig þú skýrir þessi best frá þér á sviði. Þannig að skulum bara demba okkur í það. Skrifa svo. Hvernig byrjar maður að skrifa? Ljóð eru náttúrulega, geta verið svo ótrúlega margt og fólk hefur svo ótrúlega ólíkar skoðanir á því hvernig þau að vera að það. Ég treysti mér eiginlega bara til að varpa fram svona einni algildri reglu. Og það er ekki bíða með að byrja að skrifa ef þig langar til að skrifa. Ekki bíða eftir þú kunnir nóg eða vitir nóg. Þú kannt alveg nóg til þess að byrja og eina leiðin til þess að verða betri er einfaldlega að skrifa. Og þú veist, ekki láta áhyggjur af því hvort þú sért með nógu geggjaðir eða frumlegar hugmyndir eða stíllinn sé nógu meitlaðir. Ekkert af þessu skiptir máli í rauninni af því að eftir því sem þú skrifar meira þá breytast þessar skoðanir og þú ferð að fá geggjaðri og geggjaðri hugmyndir. Það er engin leið í kringum þetta. Að vilja skrifa er ekki það sama og að skrifa. Og að hugsa að skrifa er ekki það sama og að skrifa. Og horfa á vídeó að skrifa er ekki það sama og að skrifa. Að skrifa er að skrifa. Og það er þannig sem við verðum betri. Já, þetta er svona eiginlega bara, getur bara endað myndbandið þetta. Þetta er í rauninni, eins og hann segir, þetta er svona eina algilda alveg regla sem bara nær bara í rauninni yfir allt, svona sko, því annars eru svo ótrúlega margar og mismunandi leiðir að þessu. En það er svona, kannski bæta við þetta, er að hin hliðin á sama peningi er að sækja sér innblástur, er að lesa, fara og skoða og sjá og horfa, hvort sem að það er, þú veist, á listasýningu eða lesa skáldsögu eða lesa ljóð, horfa á YouTube, þú veist, einmitt eitthvað slam, skilurðu, mæta á keppni, wink wink, sem við til dæmis hérna núna á Borgarbókasafninu, og eða bara, þú veist, fara upp á fjall og öskrita í vindinn eða fara bara og písla þessu í ræsið, þú veist, það bara skiptir máli að sækja þér, komur reyndar að innblæstra til síðu hversu mikilvægur hann er eða ekki, en það er allavega að leita þér samt fanga og tjá það svo í skrifunum, þannig að það er líka mikilvægt. Og hvað skrifa maður? Það er hræðilegt að segja þetta, en það er ekki hægt að svara því í einhverjum svona vídeói. Það sem er ógnvænlegt og frábært við þetta allt saman er að þú ræðir því, þetta er þitt ljóð. Og þú verður bara svolítið að finna út úr því. En þú ert eina eintakið af þér í veröldinni og þínar upplifanir og þitt sjónarhorn og bara þínar skoðanir eru ólíkar öllum öðrum, eðli málsins samkvæmt. Þannig að þú hefur eitthvað að segja og með því að leita að því í gegnum skrif þá muntu líklega að finna út úr því. Og jú, þú veist, það er hægt að gera alls konar í ljóðum. Þú getur notað líkingar eða þú getur sagt sögu eða lýst aðstæðum eða speglað tilfinningar í umhverfi eða notað endurtekningar eða notað endurtekningar. En þú veist, það er líklega að fara að gera eitthvað allt annað en það sem ég var að telja upp. Þú munt komast að því við það að byrja. Og fyrir alla muni ekki bíða eftir innblæstri ef maður lætur á sig standa. Já, hann er frábær og skemmtilegur, en þú þarft hann ekki til að byrja. Og ef hann er ekki þannig, þá kallar þú á hann með því að skrifa. Amen. Amen. Já, það er misjafnt fyrir hverjum einum hvernig vala á hvað þema eða innihaldið, þú veist, bara hvað langar að skrifa um. Það er bara misjafnt fyrir hverjum einum. Persónulega
á ég svolítið erfitt með að halda svona í skottið á sköpuninni. Ég leyfi í rauninni einmitt bara stundum innblæsturinn, en stundum líka sest maður bara niður og bara byrja, skilur til þess að þegar maður er orðinn langþreyttur og að bíða eftir innblæsturinn að mæta á svæðið. Og þegar maður byrjar, þá gerist eitthvað í ferlinu, eins og hann segir. Það alltaf í ferlinu sjálfu sem þetta gerist, en hvað maður skrifar stundum það bara einhver hughrif, einhver tilfinning. Eins og segir, persónulega þá fylgi ég sjaldnast einhver einu sterku þema alveg bara, ég ætla bara að skrifa þessa persónu eða þennan hlut eða þetta heldur í rauninni þetta svolítið eins og mósaíkmynd, þú veist, ég kasta upp alls konar, og aftur, það bara minn stíl, kasta upp alls konar myndum, alls konar mismunandi setningar sem kannski þegar á heildina litið mynda einhvers konar andrúmsloft eða einhvers konar laus beislaða heimsmynd sem að þú finnur þetta ávallt heima innan sama ljóðs, sama flutnings, en eru kannski þú veist, alls konar mismunandi hluti en einhvern veginn, það er svona rauður þráður í gegnum allt. Það bara mitt og það bara þitt að finna hvernig þú vilt segja þitt, svo bara fyrir öðrum það bara algjörlega kýrskýrt hvað þau vilja skrifa bara þetta þemað og ég bara skrifa það og svo bara hver einasta setning byggir bara á því og það og þetta það bara persónan til hverjum og einum og það bara þitt að komast að þínu innihaldi. Ég myndi alls ekki vera hræddur við að endurskrifa. Sumir kannski, ég meina, já, frábært ef þú getur verið einhverju fullkomnu gullleiki í fyrstu tilraun, þá bara til hamingju með það, en ég allavega ekki þannig og það ótrúlegt hvað bara svona endurtekið og það að sitja við, þú veist, hvað maður getur svona komist langt á því að fæja og pússa. Og já, við komum aftur að innblæstri. Ég held að ég hef verið innblásin svo tvisvar á ævinni og þá var ég ekki með penna. Þannig að fólk gerir þetta, það er allir gangur á því hvernig þetta virkar. Það er svolítið gaman skjöldinni að við séum að kenna þetta saman af því að ég er alveg hinum megin. Ég skrifa eigina alltaf bara þegar ég fæ innblástur og ég er oftast með penna og ég hreinskrifa eiginlega alltaf bara í höfðinu á mér áður en ég setja á blaðið. Þannig ef þú lest gamlar, þú veist, eitthvað ljóðabækur og bækur eða rímur og hvað sem ég var að gera í gamla daga, að þá er ég aldrei einu orðið breytt, af því ég er búinn að móta setninguna í höfðinu áður en hún kemur á blaðið. Þannig að þetta eru bara tvær ótrúlega ólíkar aðferðir sem að sýnir samt einmitt bara hvað þetta persónulegt fyrir hverjum einum. En gaman að við séum að mætast hér með alveg bara alveg tvö alveg algjörlega ólíkar aðferðir í rauninni. Svona þetta skemmtilegt. Eitt í þessu er strúktúr og flæði. Það er alveg þannig og það er kannski svona sértækt við slamljóð. Það eru oftast lengri heldur en venjuleg ljóð eða þú veist, flest ljóð. Þau eru hugsuð til flutnings og það er flæði, en það er ekki verið að tala þú veist, eitthvað rappflæði eða hvað þá eitthvað svona bragfræði að vera eitthvað svona með svona stöðlu höfuðstað og hrynjandi og eitthvað svoleiðis, eitthvað rytma, ekki endilega. En þau eru ættu til flutnings, það alveg svo að það væri bara mónólóg í leikriti, á leiksviði, að þá ris og hnig og þau belgjast út og þau skreppa saman, þú veist, og það eru þú veist, dalir og svo fyrir, þú veist, þú ferð alveg í ferðalag, skilur, með röddina og með innihaldi, hvað þú ert að tala og það er svolítið mikilvægt að gera það. Eitt sem getur hjálpað er að skipta þessu upp í svona kafla, að byrja til dæmis á eitthvað svona að lýsa einhverri tilfinningu, byrja á lýsingu, fara svo yfir í meira kannski svona tilfinningar og draga svo saman. Þetta er svolítið eins og ritgerð, eða kannski að skrifa ritgerð, þá er það, þú veist, inngangur, þetta er eins og tímaklass, eins og kennari sagði mér eitthvað, að byrja tímaklass, inngangur, meginmál og svo niðurlag, þú veist, og draga saman í rauninni í lokin og enda þetta endað á svari við ritgerðar spurningu ljóðsins til að draga alla tökur úr þessu, eða þú veist, eða getur það endað á annarri spurningu, skilur, og haft það opið inn í næsta ljóð eða hvernig sem það er. Þannig að það er alltaf gangur á því, að það er alveg hægt að, eins og segja, skipta ljóðinu svolítið niður svona kannski á að byrja á eitthvað svona inngangi, svo meginmál og svo draga saman niðurstöðuna í lokin. Þannig að það er svona strúktúr og flæðið er í rauninni eitthvað sem að slípast bara til í þínu flutningi á þínu ljóði og gerist bara sjálfkrafa í rauninni eftir því sem þú bara gerir þetta aftur og aftur og aftur. Ég myndi segja að þú verður að æfa ljóðið bara aftur og aftur og aftur þangað þú bæði í fyrsta lagi kanta utan að
og þangað til að það hættir að pússast af sjálfu sér. Þangað til að það ekkert meira að meitla eða höggva af eða sníða til. Þangað til að það í rauninni í þínu eigin flutningi fyrir þig orðið bara sama ljóðið. Þannig að það mikilvægt í þessu. Ljóðaslam snýst að deila þinni rödd, þinni sögu, þinni upplifun og bara þínu ljóði með áhorfendum. Þannig að við hvetjum þig bara til þess að bara starta með þér, skrifaðu það sem að þið kemur til þín, slípaðu ljóðið þitt til og færðu það til í búning til flutnings. Og já. Bara endilega takið þátt í ljóðaslamkeppni Borgarbókasafnsins. Algjörlega, hlökkum til og sjáum okkur þar. Takk.